Komið sæl og velkomin í íslenska boltan. Líkt og í liðinni viku aðeins handbolti á dagskrá hjá okkur í kvöld, en ein umferð fór fram í NE-deild karla í liðinni viku og 2 umferðir í NE-deild kvenna. Við hefjum leikinn í NE-deild karla en ÍR-ingar hafa komið eins og stormsveipur inn í deildinni í ár eftir 5 ára fjarveru. Fyrir 9 árum síðan lék ÍR til úrslita Íslandsmeistaratitilinn við Hauka. Við skulum líta aðeins öxl og líta á fyrri afrek ÍR-inga. Uppgangur ÍR-inga var hraður í upphafi aldarinnar. Júlíus Jónasson tók við þjálfun liðsins árið 2001 og 2 árum síðar lék liðið til úrslita gegn Haukum. Ekki riðu Breiðhildingar þó feitum hesti frá þeim viðuregnum og Haukar unnu 3-1 og urðu Íslandsmeistarar. Uppbyggingin í Austurbergi hélt þó áfram og 2 árum síðar lék liðið til úrslita bikarmeistaratitilinn gegn HK. Sóknarmaskína ÍR var mikil á þessum árum og sigruðu Breiðhildingar og unnu fyrsta stóra titil sinn í karlaflokki frá árinu 1946. Svo fór að hallundan fæti hjá liðinu eftir því sem leikmenn liðsins týndust í atvinnumennsku og til annarra liða hérlendis. Árið 2007 var liðið í neðsta sæti úrvalsdeildar og féll í fyrstu deild, þar sem liðið lúrði í dvala þar til í vor að sætið í úrvalsdeild var tryggt að nýju. Já, og hérna sjáum við nöfn nokkurra þeirra leikmanna sem slógu í gegn með ÍR á þessum uppgangstíma í upphafi aldarinnar. Þarna eru meðal annars 2 silfurverðlaunahafar á Ólympíuleikunum í Peking fyrir 4 árum og aðrir góðir eins og Björgvin Hólmgeirsson og Jón Heiðar Gunnarsson. Allir héldu þessir leikmenn í Víking og léku erlendis sem atvinnumenn. Hér sjáum við svo annað skilti, þar sem má sjá nöfn nokkurra þeirra leikmanna sem ÍR fékk til liðs við sig fyrir slaginn í NE-deildinni í ár. Þetta er ansi kunnugleg nöfn. Við skulum sjá hvernig Breiðhildingum reiddi af gegn Haukum á laugardaginn var. Við sjáum bara hvernig Haukarnir koma til leiks og ef einhver er mjög sjóðheitur hjá þeim þá verður maður væntanlega að gera einhverjar ráðstafanir. Það var nú einmitt þannig að einn leikmaður Hauka var sjóðheitur strax á fyrstu mínútu leiksins. Stefán Rafn Sigurmannsson skoraði nefnilega 5 fyrstu mörk Hauka og skoraði alls 9 mörk í fyrri hálfleik. Óskar Ármannsson, aðstoðarþjálfari Hauka, vildi þó dreifa þökkum á fleiri leikmenn Hauka í hálfleik. Já, samt sem áður menn það aðrir sem hafa verið að spila hann uppi. Væntanlega munu ÍR-ingarnir leggja meira áherslu á Stefánu seinni hálfleik. Ég vona þá að það losni þá aðra í staðinn. Eftir að ÍR hafði skorað fyrstu 2 mörk leiksins tóku Haukar frumkvæðið. Það var þó jafnt á flestum tölum í fyrri hálfleik en Björgvin Hólmgeirsson kom ÍR yfir í síðasta sinn í leiknum þegar hann breytti stöðunni í 9-8 fyrir ÍR 7 mínútum fyrir hálfleik. Í kjölfarið jafnaði Stefán Rafn úr víti og Aron Rafn Eðvarsson, markvörður Hauka, varði svo vítakast Sturlu Ásgeirssonar úr næstu sókn. Haukar höfðu 2 marka forystu að loknum fyrri hálfleik 12-10. Klaufalegt fyrst og fremst, við erum að tapa boltanum allt auðveldlega. Vörnin er að halda fínt, annars held ég þetta bara að fara að koma hjá okkur. Ekki kom þetta þó hjá ÍR í upphafi síðara hálfleiks því Haukar skoruðu 2 fyrstu mörkin og komust þar með 4 mörkum yfir 14-10. ÍR tókst þó að minnka muninn aftur í 2 mörk og gerðu það meðal annars þegar Björgvin Hólmgeirsson skoraði þetta fallega mark leið og hann minnkaði muninn í 15-13. Björgvin var markahæstur ÍR-inga með 6 mörk í leiknum. En Haukar hleyptu ÍR-ingum aldrei nær sér. Mesti munurinn á liðunum í leiknum var 5 mörk en þegar upp var staðið sigruðu Haukar með 4 marka mun 28-24. Haukar riðu þó illa við Jónatan Vignisson, 22 ára skyttu sem lék seinni hluta leiksins með ÍR og skilaði 4 mörkum. Jónatan kom sterkur inn, fætti strákur inn og hérna með 4 góð mörk. Ég held að bara Aron hafði aldrei séð hann fórt inn en ég hef séð hann spila áður og mjög efnilegur strákur og það kemur alltaf hann að flota boltan þegar örfendur leikmaður kemur þetta inn á. Markahæstur í Haukum var Stefán Rafn Sigurmannsson. Hann bætti við 3 mörkum í seinni hálfleik við mörkin 9 sem hann skoraði í þeim fyrri og samtals urðu mörkin hans því 12 í leiknum. Ég var mjög spenntur fyrir þessum leik. Vissi að það er fullt hérna og það er hrikaleg stemning og bara flott framtak hjá ÍR-ingum með fjölmennan leikinn og Haukarinn líka og það er bara rosalega skemmtilegt þetta. ÍR er með mjög gott lið, þeir eru bara með frábært lið og þannig að sjálfsögðu er þetta strögg. Þeir voru að gefa sér allir í þetta, við vorum að gera það líka. Þetta er bara hörkur leikur 2 góðra liða. Við erum 2 mörkum undir í hálfleik. Ég tel það nú vera alveg tækifæri til þess að gera eitthvað í síðara hálfleik en við byrjum bara ekki nægilega vel í síðara hálfleikin. Þeir náðu fljótlega 3-4 marka forskoti og þeir héldu því út leikinn. Haukarnir líta vel út í upphafi Íslandsmótsins og virðast ógnar sterkir. Einar Hólmgeirsson, fyrrverandi leikmaður ÍR, hittir kannski naglan á höfuðið með kenningu sinni. Ég held persónulega að það hafi verið versta sem gat komið fyrir deildina að þeir hafa tapað í meistarakeppninni. Það komið dálítið í jörðina og nú eru tilbúinir í deildina að fullum krafti sko. Já, ekki gekk það hjá ÍR-ingum að þessu sinni en það dylst engum sem var í Austurbergi á laugardaga. Mikil stemning er fyrir ÍR-liðinu í Breiðholti þessar mundir. Og hjá mér er einmitt einn af mörgum íbúum Breiðholts sem vill svo til að líka leikmaður ÍR, Sturla Ásgeirsson. Sturla, velkomin. Takk fyrir. Haukarnir, virðast vera ógnasterkir svona af þessum leik og upphafi mótsins að dæma.
Já, ég myndi segja það að þeir séu með sterkasta hópinn og velmanna lið, 2 leikmenn í hverju stöðu og búin að styrkja sig bara frá síðasta tímabili, þannig að það sem þeir voru kannski svolítið yfirburðar í deildinni, þó sem þeir ekki voru Íslandsmeistarar, þannig að þeir eru virkilega öflugir. En það var svona, þið hefðu kannski getað náð örlítið meira út úr þessum leik á laugardaginn en að tapa með 4. Þið hefðu kannski getað gert aðeins meiri leik úr þessu, sérstaklega þarna svona seinni hluta seinni hálfleiks. Já, ekki spurning. Þetta jafnt í byrjun. Við byrjum aðeins betur, komist í 2-0 og missum svo boltann hérna held ég 3 sóknir í röð og þeir komist í 3-2 og við hefum augljóslega getað komið okkur aðeins betri stöðu og jafnvel leitt í hálfleik, en erum 2 undir í hálfleik og svo mæta þeir bara miklu klárari í seinni hálfleik og hafa rauninni fleiri vopn og fleiri leikmenn og uppskera hennar sigur. En ef þú svona lítur á undirbúningstímabilið og þessar 2 leiki sem þeir eru búin með, þau unnið aftureldingu í Mosfellsbænum, tapið svo til þess að gera naumlega fyrir Haukunum á heimavöll. Ertu ánægður svona með þann stað sem að liðið á með þessar breytingar sem urðu í sumar? Já, ég myndi segja það. Það var svolítið svona upp og niður á undirbúningnum. Við vorum að spila ágætlega á köflum og svo steinláið í einhverja leikjunum og mér finnst vera svona ákveðin stígandi frá fyrsta leik. Við vinnum aftureldingu sem var frábært og erum búin að bæta okkur þó svo við töpum þessum leik á laugardaginn. Og það mikil stemning í Breiðholtinu. Ég var í Austurbergi þegar að liðið tryggði sig upp í vor, þá var nánast fullt, svo var sami upp á teiningum núna á laugardaginn, þannig að svona Breiðhildingar virðast svolítið verið að þjappa sér á bak við liðið. Já, ekki spurning. Það hefur kannski vantað eitthvað svona í hverfið og komast upp í úrvalsdeild og það er bara frábært og mikið að góðu fólki að starfa í kringu félagið. Mjög óeigingjarnt starf og svona eftirvænting eftir fyrsta leik og samkvæmt fjölmiðlum þá held ég að verið 500 eða 600 manns í húsinu. Ég er ekki frá þér, það hafi verið fleiri og vonandi verða bara fleiri í næstkomandi leikjum. Hvaða markmið hafið þið sett ykkur svona fyrir vetrinum? Eitthvað á spáð, 3. sæti, þið eru hins vegar, allavega liðið IR þó að margir leikmanna hafi verið að spila síðustu ári-deildinni, þá er IR nýliðið í deildinni í vetur? Já, ekki spurning, við erum nýtt lið og svona til að byrja myndi ég segja að við viljum bara festa okkur í sessi í deildinni, halda sæti okkur í deildinni. Og ég held að deildin verið rosa jöfn í vetur, þannig að eins og var í fyrra, held ég að verið 2-3 stig frá öðru sæti niður í 7. Og ég held að þetta verði svipað upp á teiningnum í vetur, þannig að einn leikur til að frá að maður tryggir sig í deildinni og það kannski 1-2 stig viðbúti, þá var maður kannski komin í þetta 3. sæti sem okkur var spáð. Hversu miklu máli skiptir það fyrir liðið og stemninguna í kringum liðið að flestir leikmanna eru uppaldir ÍR-ingar sem hafa kannski farið á flakk en eru komin tilbaka? Ég held að það sé mjög mikilvægt að félagið bara geti sýnt fram á það að það geti fengið þessa leikmenn tilbaka og leikmenn séu það hliðhollt í félaginu að vilja koma aftur og hafa taugar og annað og það er bara frábært og æðislegt að vera komin aftur í Breiðholtið. Nú sá maður þessum gömlu myndum frá því fyrir 9 árum og 7 árum síðan að IR-liðið var virkilegt stórveldi, held ég að sé eiginlega óhætt að segja á þessum málum. Þetta voru uppaldir strákar í Breiðholtinu, fóru í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn, þeir eru síðan bikarmeistarar reyndar eftir að þú varst farinn frá liðinu, en svo einhvern veginn bara eins og hendi var í veifað þá gufaði þetta upp. Já, það kom hérna mjög þéttur hópur upp, kannski 2-3 ári röð í félaginu og meðal annars ég og Ingimundur og Bjarni Friðsson og fleiri strákar á sama ríki og svo náttúrulega náðu þessum árangri og allir vildu fara erlendis og fá tilboð að fara út og í kjölfari fara leikmenn í önnu félög og það verður svona ákveðið hrun í meistaraflokknum. Þó svo þessi alltaf búið að vera ákveðið gengi í yngri flokkunum, mikið af iðkendum og öðru slíku, en þá kannski vantar alltaf eitthvað til þess að stefna að eins og með meistaraflokkin og ég held að sé bara tímið til komin að setja IR aftur á fastan sessi í efstu deild. Blundaði þetta alltaf í ykkur félagunum sem að ólust upp hérna saman að þegar og ef IR kæmi upp aftur, að þið myndu þá snúa heim? Já, ekki spurning. Við erum búin að grínast með þetta alveg frá í rauninni fyrsta degi að koma allir saman og enda ferilinn eða svona, koma allir að fara að líða eins á og enda þetta saman og það var náttúrulega draumur að vinna einhverja titla þó svo það sé kannski ekki ákveðið þessu stefnum á í vetur en þá var það náttúrulega frábært að geta verið í félaginu nokkur ár og hætt svo og horft tilbaka og séð að liðið er á góðum stað og kannski með 1-2 titla í bikaraskapnum. Og hvað þarf að gerast til að það náist? Það þarf náttúrulega bara, það verður ekkert liðið stórveldi kannski á einni nóttu eða einu vetri, þannig að ég held að þetta eru bara að byggja jafnt og þétt upp og halda áfram að hlúa að yngra flokkastarfinu og halda þessu fólki sem er að vinna í kringum félagið inn í félaginu og svo bara jafnt og þétt verður liðið sem er núna betra og svo koma nýjir strákar inn og kannski hægt að
bæta einhverju við utan að koma til frá og ég vona nú að Bjarni Friðsson vinur minn skili sér heima á endanum. Fyrst þú talar hann ekki eini íringurinn sem ennþá á vergangi, skulum við segja. Hann að þjálfa fyrir norðan. Einar Hólmgeirsson náttúrulega, hefur náttúrulega átt í sínum meiðslum að stríða allan þennan tíma. Hreiðar Leví spilaði með ykkur tíma, þannig að það eru nokkrir, hvað ég var að segja, villuráfundir sauðir sem ennþá út á túni. Já, þeir eru þarna nokkrir af strákunum og það væri bara frábært auðvitað að fá alla tilbaka. Þú svo sé kannski, ég veit ekki, rétti tími núna eða einhverju verið hreinlega búnir þegar að því kemur, en auðvitað væri gaman að fá þessa drengi heim og hvað Einar Hólmgeirsson varðar, ég held hann sé nú búinn í skrokknum en hann getur þá alltaf verið vasperi eða tekið sér eitthvað nutt eða þess og þar. Halda mönnum inn í félaginu eins og sagði. Pappans var lykilmaðurinn í þessari uppbyggingu á sínum tíma, nú bara næsta kynslóð. Akkurat. Einar veit af því, þá allavega. Sturlaði þakka þér kærlega fyrir komin og gangi ykkur vel í vetur og framtíðinni. En við höldum áfram.